Varst maður að segja hvað ég er? Já, ég var búin að gera það. Já, Garðar ég er dósent í vöruhönnun og er að fara að taka við mastersnámi í hönnun og erum að taka nemendur þar núna, erum að fá alls konar fólk, erum búin að bjóða alls konar fólki, vísindamönnum, skáldum, hönnuðum, listamönnum saman með okkur í svona hálfgert ferðalag, 2 ára ferðalag sem snýst mikið svona könnunarleiðangra og það er svolítið sem ég ætla að tala núna og svona mikilvægi þess með, þú veist, við erum alltaf að lifa svolítið í þeim heimi að samþættingar eru mjög mikilvæg og þetta að vera ekki svolítið eyland, ég meina viðskipti og vísindi hafa átt mjög farsælt og gott samstarf í mjög langan tíma. Það sem við erum kannski að sjá núna að krafturinn kemur þegar við náum að virkja sem flesta einstaklinga og það náttúrulega kostar náttúrulega fjármagn og það er alltaf það sem við erum að berjast við. Takk. Ég ætla að byrja að sýna ykkur þekkir ykkur þetta? Hann kom til okkur í heimsókn, hann heitir Thomas Thwaites og er hönnuður, listamaður og fekk stóran styrk frá Wellness Fund sem er svona risastórt gefur stóra fjárstyrki í rannsóknir og hann sótti á þeim forsendum að hann langaði að svona athuga það með að við nútíma tækni hversu langt hann geti gengið í því að breyta sér í dýr og hann sótti sér fyrst að verða fíll en sá fljótlega að það myndi ekki ganga upp og þurfti að breyta eins og það svona sýnir svolítið kerginu kannski milli vísinda og menningar hans fór á fund og talaði þarna við vísindaborðið í Wellness Fund og sagði, herði, það bara gengur ekki upp, ég get ekki breytt mér í fíl og það var bara, nei, computer says no, það er bara að hætta við verkefnið en hann náði einhvern veginn að samfara lið og ætlaði að breyta sér í geit og þetta gekk alveg í 12 mánuði þetta verkefni og hann hafði samband við alveg gommu af vísindamönnum sem hann vildi til dæmis hætta að geta talað þannig að hann setti svona vísindamann sem lét hann raunni slökktir ná talhæfileikum og hann fór í svona prosthetics eins og össur og hanna hægt og rólega aðferðafræði til þess að geta gengið eins og geit og upplifa heiminn eins og geit en þetta hljóma kannski svolítið eins og einhver stór brandari en það er það í rauninni ekki þetta náttúrulega það er alveg djúp rannsókn þarna á bak við til dæmis tengsl manneskjur og dýra hvernig dýr upplifa heiminn versus hvernig manneskjur upplifa heiminn og svona þá kannski sérstaklega með tengsl milli manneskjur og dýra að við eigum það til að hugsa dýr eingöngu í tengsli við nytjar og það er dálítið svona stórt heitt svona umræðefni núna í akademíunni svona hvernig þessi tengslamyndun svolítið að breytast en allavega við höfum áhuga á því í framhaldi þessa geitagæja að gera núna dálítið stórt verkefni í mastersnáminu í hönnun sem gengur út á svona kortlækningu á geit í íslensku samhengi og viljum gjarnan vera í góðu samstarfi við Matís það. Ástæðan fyrir við ráðumst á geitina er svona verið spennt fyrir því er alls konar en aðalega því við gerðum stórt verkefni með skógrækt ríkisins sem var svona nýtingu á íslenskum skógarafurðum og við fórum svona í samstarfi með þeim skógrækt Reykjavíkur og tölum við þá og þeir voru svona að sýna okkur skóginn og sýndu okkur víði og töluðu mjög illa víðinn, svo þetta væri drasltegund og það myndi enginn vilja þetta var aðalega bara gott í að rækta nýtt land sem svo var hægt að setja betri og flottari tré í og okkur leist mjög vel á það að ráðast á það til svona ekki að sýna sem víði sem eitthvað aðalmáli, þetta meira svona að sýna leynd verðmæti í einhverju sem við teljum vera drasl, basically. Og við fórum þetta var 4 mánaða verkefni og þau settu sér stranga reglur að nota bara hita og vatn til umbreytingar og kortlögðu inni alla mögulega umbreytingu á víði til mannlega nytja og það var allt frá
því að búa til reipi, yfir í litarefni, yfir í límefni, yfir í trefjar, yfir í vatnsheldefni, yfir í kolagerð, liti, varnir í steinefni, filtrannir í steinefni. Og þetta er dálítið svona lágtækni skala, en náttúrulega aðalega gert kannski til þess að inspíra rauninni samfélagið og ýta undir umræðu gagnvart nýtingu á afgangsefnum. Og það er náttúrulega mjög mikilvægt rauninni kannski kraftur okkar hönnuð og listamanna kraftur okkar til þess að svona engage eða eiga samtal við samfélagið. Og við viljum gjarnan hjálpa ykkur vísindamönnum með það. Þeir eiga oft til að vera kannski svolítið svona náttúrulega kafi í ykkar rannsóknum og gerir stórkostlega skilur uppgötanir, en það er kannski svona dálítið erfitt ef við náum ekki einhvern veginn að myndgera eða efnisgera það fyrir fólki, þá fáum við ekki einhvern veginn samfélagi með okkur. Og þess vegna held ég að það er svolítið spennandi þessi vettvangur milli hönnuð og vísinda. Ég veit ekki, var ekki búið að ná hana eitthvað? Búið með skordýra dæmið? Já, akkurat. Hann er einmitt úr vöruhönnunar brautinni. Og rauninni gott dæmi svona vonandi það sem koma skal. Já, en varðandi geitina, hvað ætlum við að gera þar? Það er dálítið erfitt að segja, en svona kannski að svipum meiði þá var ég gaman að taka fyrsta skref og kannski svona kortleggja allt dýrið og fara svolítið út í það sem er hægt og hefur verið gert og reyni svona binda reyni við menningu, tala við kokka og vinna með þeim til dæmis í kringum matargerð. Geitakjöt er mjög gott, það virðist ekki hafa náð fótfestu. Það er sama með osta, og ætlum að fara svona hagfræðilegar formúlur, þá geitaostur er miklu verðmætur heldur en kúaostur. Og það er sama ullina, ull, þetta er kasmírull sem er flottasta ull sem við getum fengið. Og það er sama þar, miklu verðmætari hráefni. Leður líka, þetta er eitt vinsælasta leður sem notað er í heiminum í dag í fatagerð. Það er því að hefur sérstaklega góða, svona gott quality með að búa til hluti úr því. Það andar vel og er auðvelt að vinna með og er mjög sterkt. Já, en svona, já, það er svona planið. En svona til þess kannski varpa aðeins smá svona kannski meiri krydd inn í þetta. Ég held að þetta sé líka vera mikilvægara að við förum að brúa þetta bil, að við erum að stíga inn í skrýtna tíma. Þetta er annars vegar svolítið svona rómantíkin sem ég er búinn að kynna hérna, svona tengsl manns við náttúruna, en ég held að þessi tengsl okkar við náttúruna er að breytast mjög hratt og sem dæmi þá er þetta verk eftir listamann sem heitir Klakoa. Ég veit ekki hvort eitthvað þekki þetta. Þetta er sem sagt vél til þess að, það sést ekki neitt. Fyrirgefðu. Ég er með tvær vélar maður. Klakoa Art. Já. Það sést hérna aðeins. Já, þessi listamaður sem gerði með vísindamönnum svona metabólist kerfi mannskepnunar, algjörlega með vél. Og ég er að sýna þetta því þetta er náttúrulega pínu svona ögrandi með því að búa til kúkavél, basically. En það er líka áhugavert að við erum að stíga kannski inn í tíma þar sem við getum í rauninni kannski rifið skepnunni í sundur, eins og kú ef við lítum á hana sem vél, hún er sem sagt mjólkurvél og hún er leðurvél og hún er metanvél. Og við erum að stíga inn í tíma þar sem kannski förum að rækta 1 hektar af leðri eða verðum bara með einhverja vélar sem að búa bara til metan og það er kannski komið bóndabíli sem er með 5 vélar sem gerir nákvæmlega sama kú. Er það ennþá kúabíli eða er það, hvað er það orðið? Og hvað gerum við alltaf landsvæði þá á móti? Við þurfum ekki alltaf land. Þetta helst allt svolítið í hendur og það er að setja svolítið í samengi og tengja og samþætta. Þannig ég held að þessum að fara inn í mjög magnað og pínu svona, maður pínu skeri, svolítið svona. Það stígur aðeins tilbaka en jáfnframt mjög spennandi
tímabil. Meira? Ekki segja takk. Ég held við höfum tíma fyrir eina spurningu. Ég skal svo vera mjög fljótur að loka þessu. Einhver spurning hérna til Garðars? Ef ekki, þá bara þökkum við kærlega fyrir. Góða hugvekju, virkilega.